Hugmyndin atóm. Hversu oft skyldi vera hægt að skera brauðhleif í tvennt? Hugsaðu aðeins það. Við byrjum með stóran hleif, skerum hann í tvennt, tökum annan helminginn, skerum hann og endurtökum þetta eins oft og hægt er. Gefum okkur að séu engar tæknilegar hindranir sem komi í veg fyrir að við getum haldið endalaust áfram. Svona hugartilraun, því auðvitað er þetta tilraun sem ekki er hægt að framkvæma í alvöru, leiddi til þess í fornöld að menn fóru að hafa verulegar efasemdir að heimurinn væri raun og veru eins og við höldum og sjáum að heimurinn er. Zenón hét grískur heimspekingur sem sannfærðist út frá svona pælingum að það væri eitthvað raunverulega bogið við heiminn. Hann hugsaði sér mjög svipað dæmi þessu með brauðið sem fólst í því að skipta vegalengd sífellt í tvennt. Þú átt að hugsa þér mann sem er inn í herbergi og hann ætlar að komast út úr herberginu. En þegar hann hefur farið hálfa leið út, þá hinkrar hann eitt augnablik og heldur svo áfram. Það má auðveldlega hugsa sér að maðurinn komist aldrei út úr herberginu. Rökin er ekki flókin. Það skiptir engu máli hversu oft hann hefur farið hálfa leið út úr herberginu. Það má alltaf helminga vegalengdina sem hann á eftir. Á milli hans og útgangsins eru óendanlega margar helmingslínur með sífellt minna bili og að ganga yfir óendanlega margar svoleiðis línur, jafnvel þótt þú stoppir ekki á leiðinni, hlýtur að taka óendanlega langan tíma. Þessi þverstæða Zenóns og aðrar svipaðar fengu heimspekinga fornaldar til að velta því fyrir sér í alvöru úr hverju heimurinn væri eiginlega gerður. Einn heimspekinganna, Demókrítos, ákvað að heimurinn gæti ekki verið búinn til úr einhverju sem hægt var að skipta óendanlega oft í smærri búta. Í kjarna efnisins hlyti alltaf að vera einhver bútur sem ekki mætti skipta í tvennt. Hann kallaði þessa búta, sem ekki má deila, atómos, sem merkir ódeili. Við köllum þá frumeindir eða bara atóm. Og til að svara þá upphafsspurningunni út frá forsendunum sem Demókrítos gefur sér, þá er svarið það að brauði er ekki hægt að skipta óendanlega oft í smærri bita, því á endanum sætir maður alltaf uppi með eitt atóm sem ekki er hægt að kljúfa í tvennt. Við höfum orðið margsvísari heiminn og þessi örsmáu byggingarefni hans síðan á tímum Demókritosar. Það leið þó mjög langur tími þar sem kenning Demókritosar atómin lá í gleymsku, enda hafði hann auðvitað ekkert fyrir sér annað en hugmyndina. Rannsóknir nútímans hafa ekki bara leitt í ljós að svona eindir eru til, heldur hafa leitt í ljós ýmislegt við þær sem er furðu líkast.